Hvað veldur ég veit ekki, ég held að menn hafi bara einhvern veginn gleymt að taka sér réttu stöðum, notabene þegar við erum í boltann, hvað þýðir að koma sér í svona svokallaða hvað ef stöðu, hvað gerist ef við missum boltann, að menn var alltaf langt frá sínum mönnum og þeir voru bara með kjarnorkulöppunum til að nýta sér okkar veikleika. Hvað hefðirðu viljað fá svona aðeins meira frá þínum mönnum eftir að þið minnkið munin? Já, ég var að bæla hvort það hefði eitthvað verið betra að missa mannin út af þeirra ekki. Þeir svona fóru ansi lágt og mögulega eftir að hyggja hefur kannski bara átt að fara í gamla góða að dæla boltinn í teig og vinna sittibolta og þess háttar. Skupum frekar lítið eftir að við vorum einu manni fleiri. Við reyndum að göslast eitthvað en þeir, enn aftur þeir voru bara klókir. Það fór mínúta í hver einstu mistök sem við gerðum og tíminn var étinn upp, þannig að þetta var seinni hálfleikur, við verðum bara að tala hreint úr hlutina. Hann var bara ekki nægilega góður á okkar hálfu til að töluðu fyrir leikinn að við þurfum að verðskulda að vinna svona leiki og við gerðum það bara ekki í dag. Gerir tvöfalda skiptingu í stöðunni 2-0. Ari Sigurpálsson og Níko Hansen, Ari skorar og Níko krækir mann út af velli. Þið hlýtur að vera ánægðir með þessar skiptingar. Já, ég veist að við þurftum 2-3 tap, við þurftum að fá að breyta bara leikplan og gera eitthvað öðruvísi og Ari er vantanlega ballræður að ekki byrja inn á. Kemur inn á og gerir mjög gott mark og stendur sér mjög vel. Þannig að það var bara, við settum okkur bara í djúpa hólu, bara því miður, með 5-7 mínútna kafla í seinni leik og einhvern veginn, það var erfiðar fyrstu 20 mínútur í seinni leik, virkilega erfiðar einhvern veginn og við náðum bara lélegum takti varnarlega og við erum náttúrulega smá laskaðir, náttúrulega vantar Gunnar og fleiri leikmenn og menn voru að spila, sumir voru að spila svona á, ég ætla ekki að segja annarri löppinni en höfðu lítið þrek til að spila 90 mínútur. Þannig að við fengum góð orku frá varamönnum en því miður þóttu þetta ekki til. Geturðu sagt okkur frá meiðslunum hjá Aroni Elís í lok leiks? Það virkar tóknum. Það er svona vonandi smá aðeitt en hann er klárlega út úr leiknum móti Lask. Hvernig bara metur annars ykkar möguleika þar? Sko, við ekki tala rosalega mikið að íslenski leikmenn þurfa að læra rosalega mikið af þessu leikjum sko, en á endanum verður maður kannski svolítið þreyttur að tala við þurfum alltaf að læra. Það er hvernig enda lærdóminn. Það er 40 ár eða það er 10 ár eða næsti leikur. Þetta eru bara svo lítil mistök sem við gerum á þessu leveli. Bara hugsa öll mörkin sem við fáum á okkur og þá virkar það mjög svipuð. Við erum með boltann, missum hann og break og mark og það gerist ekki kannski ekki bara í okkar level. Það er ákveðið lið í Englandi sem er líka að ströggla með þetta en þetta er bara möguleikarnir svolítið fara eftir hvernig við náum að fyrsta leik reyna þann leik. Svo getur líka fara eftir hvernig gengur þeim í kvöld. Ef þeir tapa fyrir 4 tíma þá er þeir úr leik. Geta mögulega haldið það að við ætlum bara að hvíla ákveðna leikmenn sem við getum kannski nýtt okkur. Þannig að ég get kannski svara betur spurningar á morgun. Svona möguleikarnir bara með 7 stig. Ertu eitthvað búinn að fara ítarlega í þessa greiningu? Mér líður ekkert alltof vel með það sko. Það er búið að vera að fá jafntefli í þessu móti. Það var erfitt að fara til Austurríkis og naga neglurnar 90 mínútur og sjá til hvernig það gengur, en mögulega dugar það. Ég veit ekki hvort það líkurnar á að hrapa á 88% í eitthvað annað meðan leiknum stóð, ég veit það ekki, en vonandi dugar það. Takk.